Og hver betur til þess fallinn að kynna þennan málstað en þessir frábæru fulltrúar unga fólksins? Við skulum gefa þeim gott klapp. Við erum komin á seinni hluta þessara dagskrár. Gefum þeim gott klapp. Kæru landsmenn, það sannur heiður að fá að standa hérna og ávarpa ykkur sem fulltrúar ungs fólks. Einmitt. Það örugglega skrítið að sjá okkur hérna saman sem bandamenn, enda eru við ekki samherjar þegar kemur að stjórnmálum. Þetta ekki hefðbundið að við stöndum hér saman og höldum saman ræðum. En því að tilefnið jafn stórt og jafn mikilvægt og núna, þá stöndum við saman. Við tilheyrum hópi ungmanna úr nær öllum áttum stjórnmálana. Við ákveðum í vor að taka saman höndum, því að þó við séum eiginlega ósammála allt, þá eitt sem við erum sammála að Íslandi sé betur borgið utan Evrópusambandsins. Að við getum gert þetta sjálf. Barátta okkar keyrð áfram af sjálfboðaliðum, fólk með ólíka skoðanir sem kemur með ólíkan bakgrunn, en það á það sameiginlegt að deila sömu hugsjón að Íslendingar skuli eiga loka orðin í sínum málum. Allt þetta fólk hefur tekið þátt í þessari baráttu því það gerir sér grein fyrir því og þeirri staðreynd að okkur hefur tekist vel. Við höfum sem þjóð náð miklum árangri og við erum stolt af þeim sigrum sem við höfum áunnist og við viljum áfram hafa frelsi til þess að móta samfélagið okkar á okkar forsendum. Förum til ársins 1945, árið eftir að við fengum sjálfstæði frá Dönum. Það ár fæddist amma mín á Íslandi sem leit allt öðruvísi út en við þekkjum í dag. Þá var Ísland eitt fátækasta ríki Evrópu og þá, alveg eins og núna, voru einstaklingar sem töldu að þetta gæti aldrei tekist. Við gætum aldrei gert þetta sjálf. Á þessum 80 árum höfum tekist á við miklar áskoranir og áföll sem þjóð. En með samstöðu og þrautseigju höfum við leyst þessar áskoranir. Við gerum það sjálf á okkar eigin forsendum með okkar eigin hagsmuni að leiðarljósi. Fyrri kynslóðir þessa lands byggðu upp eitt farsælasta samfélag heimsins. Við skörum fram úr þegar kemur að lífskjörum og jafnrétti. Við erum friðsæl þjóð og við unga kynslóðin tökum við samheldnu og öflugu samfélagi. Við gátum gert þetta sjálf og sagan segir að okkur vegnar best þegar við ráðum okkur sjálf. Ísland stendur frammi fyrir áskorunum. Við höfum áður glímt við áskoranir og við höfum áður leyst þær. Við, unga fólkið, viljum fá sama tækifæri og fyrri kynslóðir höfðu. Við viljum fá tækifæri til að taka við keflinu. Ná jafn miklum eða meiri árangri en fyrri kynslóðir. Við viljum fá að taka sér ákvörðun sjálf sem fullvalda þjóð. Við þurfum ekki að gera styrkþegar Evrópusambandsins. Við þurfum ekki hjálp og leiðsögn embættismanna í Brussel. Og því segjum við sem fulltrúar ungu kynslóðarinnar við þá sem eldri eru: treystið okkur, því við viljum sama tækifæri og þið fenguð. Og til ykkar yngri segjum við: hafið trú á sjálfum ykkur. Því við eigum og við getum gert Ísland enn betra. Kjósið nei. Nei fyrir okkur, nei fyrir börnin okkar og nei fyrir kynslóðirnar sem koma á eftir okkur.